Já, megin ástæðan, hún svo að ég kæri mig einfaldlega ekki neitt fullveldisafsal til stofnana Evrópusambandsins. Með aðild, þá erum við að afhenda framselja vald til yfirþjóðlegra stofnana ESB og ég einfaldlega kæri mig ekki það og þess vegna þarf ekki að kíkja neitt pakka, þetta er fullnægjandi ástæða. En síðan svo sem annars sem við getum skoðað, við erum að skora mjög hátt á alla alþjóðlega mælikvarða, alveg saman hvað er verið að skoða í samanburði við þjóðirna sem innan ESB og þá spyr ég bara til hvers erum við þá mögulega að sækja aðild. Við höfum það bara gott fyrir utan ESB og í þriðja lagi þá ég náttúrulega að hugsa hagsmuni barnabarna mína. Ég veit vel að ég sé ekki inn í framtíðina og veit ekki hvernig ástandi verður hérna eftir 40-50 ár. Það sem ég hins vegar veit það að það auðveldara fyrir mig að reyna að meta ástandið ef að Ísland utan við ESB heldur en innan ESB. Við höfum séð á undanförnum árum að þróunin gríðarlega hröð innan ESB. Það eru alltaf að koma nýr og nýr sáttmálar og það leiðir af sér meiri samþættingu og meiri samvinnu innan þessara ríkja og það eru raddir sem tala það þeir vilji sjá þetta ríkjasamband breytast í það að vera sambandsríki. Og það einfaldlega eitthvað sem mjög erfitt fyrir mig að samþykja að mín barnabörn þurfi að þola þegar fram í sækir og þessi óvissa hún miklu meiri heldur en ef við værum utan við ESB. Þess vegna ætla ég að segja nei á höfuðdaginn 29. ágúst næstkomandi sem vill svo til að þeir einmitt afmælisdagur eins af barnabörnum mínum.